Herru, já, við erum stödd hérna í maraþoni samstöðarinnar. Byrjaði klukkan 7 í morgun og heldur ennþá bein útsetting af ýmiskonar þjóðmála umræðu. Tilefnið það að við erum að safna áskrifendum. Þannig ef að þú ert ekki orðin áskrifandi og ert kannski í þeim stóra hópi sem er kannski fyrir löngu búin að ákveða að gera áskrifandi, áttaði á mikilvægi þess að halda samstöðinu á lífi og kannski saman á því að hún sé mikilvægur þáttur í lýðræðslegu samfélagi, að þá hvetji þið til þess að láta vera að því að gera áskrifandi. Þú ferð þá inn á samstöðum.is, þar er nappur sem ástendur áskrift og framhaldið á að vera auðvelt. Það er svolítið að rigna inn áskrifendum. Ég hef verið svona fylgjað svona aðeins með þessu, en þetta er bara, ég næ ekki alveg að telja þetta til þess að segja ykkur hversu vel gengur, en það er, já, það bara síðan ég ítti hérna áðan að það voru að detta inn 2 og hér eru 2 búin að senda mér póst líka, þannig að það er að detta inn bara hérna stykki fyrir stykki. Herðu, við vorum áðan að tala svona sjónvarpu og ég var að tala við hann Ingvar Hrafn sem náttúrulega var fréttastjóri á Ríkisútvarpinu og á Stöð 2, en hann var líka komað stofnun út af sögu og INN, þannig ég hafði svona meira gaman að því að tala við hann svona litlar horfnar sjónvarpsstöðvar og það er eiginlega þemað núna í svona síð eftirmiðdegið að það er að tala litlar horfnar sjónvarpsstöðvar og ein þeirra er N4 og hér eru komnir 2 sem að tóku þátt í því að halda henni gangandi. Það er Helgi Jónsson og Björn Þorláksson sem við höfum séð hérna áður. Það passar. N4, hvað er það? N4 er viðskiptahugmynd sem var til, ef mann rétt, 2005 að þá, ég held að sjónvarpssaga Akureyrar hinn síðari hafi hafið svona cirka 1986 með, hét það ekki Samver, Helgi? Samver. Já. Aksjón? Aksjón síðar aðeins. Samver er fyrirtæki sem að Bjarni Hafþór, sem er náttúrulega fréttamaður lengi hjá Stöð 2, tengist og er held í fyrsta svona sjónvarpsandlit síðari tíma Akureyrar hjá Samveri. Ég sé síðari tíma vegna þess að Akureyringar voru fyrsti til þess að búa til sjónvarp á Íslandi 1933. Þá var einhver breskur gæi og einhver íslenskur loftskeytamaður eða tæknigúrú sem að voru að leika sér að búa til sjónvarp og Helgi, þú var svo að segja mér að fyrsta útvarpið á Íslandi var á Akureyri 1924. Já. Það var Arthur Gúk, trúboði. Akkurat, þannig að þetta er svolítið merkilegt hvað Akureyringar eru í rauninni leiðandi í fyrstu skrefum ljósvakafjölmiðlunar á Íslandi. En semst aftur að síðar í kaflanum að Samver færir held ég Akureyringum fyrstu sjónvarpsdagskrána á 9. áratug síðustu aldar. Svo er formleg stofnun Aksjón og af því að þú hefur stundum talað við Benedikt Sigurðarsson sem einu sinni var skólastjóri og KEA frumöður mikill. Formaður KEA. Já, hann var einu sinni fréttamaður Akureyrar á Aksjón. Þegar Dagur og tíminn saminast 1996 þá er ég einn margra sem flytt frá Reykjavík norður til Akureyrar. Stefán Jón Hafstein var annar, hann var ritstjórinn, Gunnar Sverrisson ljósmyndari, ég geti talið upp mörg nöfn. Við komum margir að sunnan þegar átt að gera stærsta og flottasta dagblaði í heimi, sameinað landsmálablað Dags og Tímans, og þá er Aksjón við lýði og rétt eftir að við komum norður þá verður úr að Dagur, Tíminn sér líka daglegar fréttir á Aksjón. Ég man það að ég var að lesin fréttir þarna daglega þar sem einhver maður hélt á einhverju kefli, það var búið að prenta út fréttirnar í yfirstærð og hann sneri svo kefluna því við áttum ekki pening fyrir prompter og mjög skemmtilegt. Nema það Ingi Hrafn var að segja að hann stóð fyrir fyrstu kaupanum á prompter. Já. Já, á RÚV einhvern tímann á 8. áratugnum. Einmitt. Nema það að 9. áratugnum, fyrir ekki, 9. áratugnum.
Einmitt. Þeir sem hafa prófa prompter vita náttúrulega að það ákveðið hagræða því að þurfa ekki að læra allt utan að og eins og við erum alltaf að gera hér, við erum alltaf prompterlaus hér. Svo getur lesið fréttir en ávarðun upplifir eins og þið séu að tala saman. Einmitt. Nema það að ég byrja að vinna á Action 1996 samhliða því sem ég fréttastjóri á degi í tímanum. Svo eru aðrir sem að taka við þarna á Action sem kemur eftir Samver og fyrir N4. Þar má nefna Harald Ingólfsson, Þráin hét einn og þeir voru örugglega fleiri. Svo það 2005 og þá loksins komum við að spurningunni hvað N4. Þá saminast 4 fyrirtæki. Ég þá að starfa á Ríkisútvarpinu og ég hausaveitur. Ég sjanghæjaður og mér minnir að þú einhvern þátt í því. Þú ekki á NFS þá? Robert Marshall hausaveiði mig á RÚV yfir á NFS sem gerir samning. Veistu það, Yngvi Hrafnarinn áðan, hann var að kenna mér það að það verið út af mér sem hann stofnaði INN. Og ég held að sé út af þér sem ég hætti á RÚV, sem ég var hausaveitur á RÚV, yfir á NFS sem gerir samning við nýstofnað félag 4 akureyskra fyrirtækja og Helgi, þú getur sagt okkur þau. Já, þessi Þess vegna kemur þetta 4 í nafninu. Já, Extra var nú fyrirtækið okkar bræðra. Það gaf út blað í 5 ára áður. Já, Dagskrá, við skulum segja þetta. Í samkeppni við Dagskrána á Akureyri. Við vorum í samkeppni Rós og Gára með Dagskrána sem allir lásu. Það auglýsti enginn á Akureyri að marka í Moggan. Nei, bara fenómen í íslenski blaðútgáfu þessi Dagskrá. Það var Extra, svo var það Samver. Já. Þóran Ágúst var þar höfuðpur, tæknimaður. Bjarni Hafþór hættur þá, hann fann að gera hana. Svo var það fyrirtæki sem heit Smit, Hreiðar Júlíusson sem ætlaði að koma en komst ekki. Og svo var það Traustmynd, Trausti myndtökum. Hann tökumar, sjálfstæði tökumar á Akureyri. En hann var datt nú fljótt út, ég veit ekki hvort ég má segja það, hann vildi rukka sitt eigi fyrirtæki fyrir að mæti vinnuna. Þess vegna hætta. En við sem sagt erum með blað og sjónvarp. Já. Og það lítið byrjun. Og það búið til business model sem gengur út á það að NFS borgar launin mín. Gegn því að þú skilir efni inn í NFS. Akkurat, og gegn því að ég búi líka til efni inn á N4 og N4 leggur til tæki og tökumenn. Og það áttu allir einhvern veginn að hagnast að þessu og það svo mikill metnaður. Ég fekk nú að ráða einhverja starfsmenn, mér minnir að við höfum verið kannski 3 sem vorum að sinna fréttum og dagskrárgerð þegar mest var, en það var svo mikill metnaður í þessu hjá okkur að við vorum ekki bara með daglegar lesnar fréttir eins og ég var að nefna áður á Action, heldur við vorum bara með lifandi sjónvarpsfréttir, ekki beinni, það var ekki hægt, en við vorum að klippa og bara með alvöru norrlenskt fréttaprógram á hverjum einasta degi. Og svo var ég auk þess að búa til efni, landsfréttaefni fyrir NFS. Þannig að þetta eru dagarnir sem að maður hefur skrifað bækur að maður var í vinnunni 20 klukkustundir á sólarhring 7 daga í viku. Nema eitthvað leiðir til þess, Helgi, að tekjurnar sem átt að koma, auglýsingatekjurnar og samlegar áhrifin sem átt að vera í þessu öllu. Og maður sem sagði samlegar áhrif, það eru margir að tala það var engin séður. Það var kannski svolítið þannig. Við náttúrulega kerðum á sama vegg með sjónvarpið eins og þannig vegg sem við kerðum á með blaðið. Já. Fyrsta lagi, Þorvaldur bróðir minn, hann var eiginlega svona framkvæmdastjóri. Ég var svona flug á vegg. Ég var nú ekki fastur starfsmaður til að byrja með. Já, þú kemur úr Extra hérna. Já, ég sá umbrotu og eitthvað svoleiðis, en svona var ég lítið sjónvarpið til að byrja með. En vandinn var þessi, engar áskriftatekjur. Einu tekjurnar eru auglýsingar. Þetta er klassískt mál. Og það sem gerist það að fyrirtæki, stærri fyrirtæki koma ekki til Extra eða til okkar, ekki sjónvarpi heldur. Engin stór fyrirtæki á landsvísu, ekki bílaumboð eða tryggingar eða olíufélög. Af því þið hallaði sér að dagskráni og því veldi. Já, það er auglýsingar þar eða ekki? Jú, en svo eitt í þessu sem var svona eftir á fyndið en samt ekki. Það var náttúrulega gríðarlegu klíkuskapur hjá Akureyrarbæ, stærsta fyrirtækið í bænum, þannig séð. Sviðstjórarnir þar bara sameinust auglýsa ekki hjá N4. Hvort sem það var vegna þess að framkvæmdastjóri var frá Ólafsfirði eða hvað, veit ég ekki. Allavega vildi það ekki þó vera heilmikið útreið til að byrja með. Þetta er einmitt alveg dæmigert fyrir fjölmiðlun út á landi að þar verður allt svo persónulegt og tengt og það er bara þessi eða þessi og framist að það skiptir ekki öllu máli, heldur þessar tengingar. En
einu tekjurnar sem komu á endanum og urðu nokkur ár, það var endar frá Akureyrarbæ, þá tók N4 upp sko bæjarsjóðafundi og vekk greiðsla það voru fastar tekjur og bærin má alveg eiga það hafa gert það sko en þetta, ég skil ekki enn í dag hvernig þetta fyrirtæki lifði þó öll þessi ár frá 2005 til 2004, sko bróðum minn veikist og hann deyr 2014 og þá var þetta fyrirtæki selt en fram að því sko, það voru 18 manns flest á launaskrá þetta var og það er óskiljanlegt, ég veit ekki hvað ég veit það ekki einhver auglýsingar, það voru stikkir og auglýsingar nú þarf ég aðeins að koma inn í ég hætti sjálfur öllum störfum hjá N4 árið 2009 minni mig og eftir það breytti stefna fyrirtækisins mjög mikið hún hætti að vera fréttastöð sem að reyndi að vera algjörlega frjáls og óháð og hún fer að selja efni það er sem sagt, þú ferð og þú ferð og hittir Samherja og þú ferð bara þetta er bannað, það er ringbröð tjekka á sig einhverja skammir það er endur ekki bannað ef þú getur þessi undirteksta að þetta sé keypt efni en sem sagt, þau fara bara að kaupa efni og þau breyta business modelinu algjörlega frá þessari hugsun sem hafði verið Gísli Sig kom hann inn til okkar og sáum þetta austan og sveitarfélaginu fyrir austan borguðu Magga Blöndal var hjá okkur á tíma fyrir sunnan það var sama módel þar kom efni inn borgað þannig það var ákveðin trygging sko. en þeir sem unna á Akureyri þeir voru ekki alveg svona lánsamir þó að væri sponsor þættir inn á milli Nei. Þannig að ég skil ekki alveg hvernig þetta var hægt í heildardæminu. En sko þau gefast upp á fréttum í rauninni eftir 4 til 5 ára starfsreynslu að vera fréttadrifin stöð með mikið samfélagslegt erindi og fara að selja sig meira, myndi ég segja. Það var ekki til í að borga fyrir þetta samfélagslega erindi. Auglýsendur voru ekki til þess, þetta var ekki áskiptastöð. Það var gert grínað okkur sko hérna til að byrja með. Ég man ekki alveg hvernig ég gerði fyrsta þáttum fyrir N4. En það voru bara, skulum segja, hreinrættaðar fréttir, en svo var líka þetta mannlíf, human interest sögu. Einhver kalla að tálka spýtur í bílskúr eða kona að sauma. Það var hlegið að okkur í sumum hóðum út af þessu. Ég okkur fannst þetta bara mega að vera með. Og þetta er náttúrulega... Sannlega við Gísli Einarsson séð okkur og... Þetta er náttúrulega fínasta dagskrá. En það verður að segjast eins og að eftir að þið hættið, þið bræður, bróðurinn Þorvaldur sem var einn af þessum 4 lykilmönnum í upphafi, sögu N4, hann deyr úr krabbameini og þú hættir hvenær? Ég hætti milli jóla og nýjárs 2014. Hann deyr hann í júni. Í dag dánadagur hans. Það vill þannig til. Það kemur nýr framkvæmdastjóri haustið, nýr eigendur. Hann kallar á mig milli jóla og nýjárs og segir Helgi, þú drekinn. Nú, valdan þennan tíma. Já, og hérna... Hver var þetta? Hann heitir Kristján. Já, svo sem er ráðað þarna hvað tímabundið. Já. Svo var hann ekki lengi og þá voru þær stöllur, Hilda Janna og María Björk ráðnar. Já, María Björk sem hafði verið fréttamaður á Ríkisútvarpinu. Þú manst eftir henni eða ekki? Já, og Þula var henni það ekki einhvern tímann, María Björk. Og Hilda Janna og allt hérna eru komin svona stóri titlar, önnur er hérna sjónvarstjóri, hinn er framkvæmdastjóri og þetta er frekar lítið fyrirtæki. Þarna verið launakostnaður að fara svolítið upp. Og Karl Eskil Pálsson sem hafði verið hérna fréttamaður hjá Ríkisútvarpinu, við unnum saman. Ég hann og Gísli Sigurgeirsson, þú manst eftir Gísla sem hékk í ljósastöðum. Já, einmitt, við höfum verið á RÚV 3 og hérna Gísli fer að vinna einhverja þætti síðar fyrir N4. Fyrir austan. Ég stofna eigið blað sem er Akureyri Vikublað en Kalli fer yfir í hérna yfir á N4 og hann einmitt tekur þátt í þessari breytingu að hérna í stað þess að fara úr svona frétta áherslum þá verður þetta svona samblanda human interest og ég held að sé ekkert leyndarmál þetta hafi bara mjög mikið verið kostað efni og svo gerist það að KEA verður aðaleigandi. Manstu hvernig það gerðist ekki? Þeir sameinuðust nokkur fyrirtæki, það er tækifæri fyrirtæki, þetta var bara skúfufyrirtæki sem enginn sá. Það voru nokkur fyrirtæki sem stofnuðu það utan þetta. Er það ekki? Jú. Og þá erum við bara að tala hreina hagsmunagæslu. Þá bara orðið mjög stutt í það að N4 er bara skel eða regli eða fjölmiðill utanum sum fyrirtækin ekki önnur og á að draga taum
tiltekinna fyrirtæki. Það endaði einhvern veginn inn í KEA vegna þess að einhvern tímann ég held að verið þegar það var brotist hérna inn og stólið dótinn okkar þá fór ég að leita svona hinum með þessum græjum hvort það var hægt að bjarga ykkur og þá var með vísað á að ég ætti að spurja ykkur útfarastjóra KEA hvað varðum N4 dótið og það var síðan selt heldur til Húsavíkur þessum það var selt þangað sko en KEA keypti líka Ásprent Daskrána. Og kemur hún ennþá út? Það var áður. Kemur hún ennþá út? Þeir vildu kaupa N4 þegar Þorri var ennþá hress og þá kom eitthvað tilboð og ég kyngdi barkakýlinu og ég hló svo mikið. Ég sagði nei. Þeir skulle borga meira og það var ekki úr þessu þá. En ef við erum að tala svona fjölmiðla út á landi, þá eitt varðandi svona Daskrána sem var náttúrulega, eins og ég sagði áðan, fenómen. En á sér svo sem það rönnu dæmi, ég held að sé líka svona á Selfoss og eitthvað fleira. Og það sem að gerist er að það eitthvað sem á prentsmiðju og hún ekki alltaf í gangi, þannig að hann ákveður að gefa út Daskrá. Þannig að það ekki ritstjórnarefni, það bara sjónvarpsdagskráin og selur auglýsingar með og getur þar alveg selt auglýsingarnar miklu lægra heldur sá sem ætlar að selja auglýsingar til þess að vera með fréttir og þessi prentsmiðjueigandi, hann keyrir niður auglýsingarverðið á viðkomandi stað sumstaðar ekkert eftir nema dagskráin og þá lærir samfélagið mjög fljótlega að lesa fréttir út úr auglýsingunum þannig nú verið að auglýsa hús til leigu ætli þau séu að skilja þarna og við kannast við þetta maður kannast við þetta og þetta náttúrulega þetta hefur verið stórkostlegur skaði af þessari útgáfu því að eins og við vorum að ræða svolítið ég og Ingvar hérna áðan að það að vera með auglýsingaféð undir fjölmiðlunum bjó eiginlega til fjölmiðlana sko. Eða þú veist eins og við lærðum á þegar við vorum að alast upp og við þekktum núna þetta alltaf sogast aftur út tilbaka og við sjáum hvað afleiðingar það hefur fyrir fjölmiðluna að það eiginlega ekki hægt að reka neitt fjölmiðl að viti. Þetta er svona hættan í útgáfu í smærri samfélagum, það er þessar dagskrár. Já. Ég kom svo, sem Sigmundur Ernir hringdi mig og baði mig að búa til efni norðan fyrir Hringbraut, sem ég gerði og sko, það leiði mánuður á milli, en 4 fyrir á hausinn í janúar 23 og Hringbraut í febrúar. Og ég átti efni að báðanstöðunum. Svo vinur minn sagði, Helgi, N4 fyrir á hausinn, Hringbraut fyrir á hausinn, viltu ekki ráða þig á RÚV? Til að loka RÚV. Til að loka RÚV. En sko þetta sem þú nefnir með auglýsingarnar, mér fannst þetta var svona þyrnir í mínum augum þegar ég flutti norður 96 og sé alla þessa rosalega peninga sem eru inn í þessum eina auglýsingamiðli, dagskráni og engin dagskrár gerð, ekkert nema auglýsingar og ég held að það hafi verið út af því sem að N4 var stofnað að við heldum alltaf að það væri tækifæri fyrst það var svona mikil auglýsingavelta voru ekki auglýsendur til í að auglýsa þar sem væri líka einhver sköpun líka einhver samfélagslegt mikilvægi líka einhver samfélagslegt erindi það er mikið talað byggðafestu þegar maður býr fyrir norðan og Akureyri var náttúrulega bullandi vörn á 10. áratug síðustu aldar það er ekkert langt síðan var 10-12% atvinnuleysi á Akureyri og enginn vissi hvað yrði svokallaðan höfuðstað Norðurlands það var mjög mikil kreppa þarna ekkert fyrir svo langa löngu eftir hrun sambandsins og KEA og það allt saman og það sem að voru mér og eru ennþá ákveðin vonbrigði það var hvað auglýsendur virtust ekki vera meðvitaðir það að ef þeir myndu stýra auglýsingafé sínu inn í fjölmiðla og inn í farveg sem væri leið að búa til skapandi fjölmiðlun, fréttir og mikilvægt efni það myndi þeir vegna betur þá ætti að reikna með að auglýsingaféð hafi svona samfélagslega ábyrgð já sem það hefur ekki. Já, mér datt í hug í sko, fyrir norðan ef mann eru þarna eins og þú kannast við þessa vörd sem ég er að tala það ekki Helgi, mér datt í hug að hluta varnarbaráttunni gæti verið að svona tengja auglýsingaféð meira því sem ég er að nefna. Ég held samt að stóra sökin liggi hjá auglýsingastof þær stýra trafikkinni og þær hafa einfallega minni og jafnvel enga trú á minni fjölmiðlum. Það eru svona eins og bankarnir geta verið. Ef þú kemur inn í banka og ætlar að fá lán til þess
að kaupa út bræðina út úr litlu búðinni sem að foreldrar ykkar eiga, þá er bankið engan á því. En ef þú kæmir og ég ætla að byggja upp 40 búðir keðju, þá er bankið á því. Ég held að auglýsingastofan er bara þannig. Það er svo mikið vesinn að halda utan ykkur samskipti við ykkur pínlitla miðla. Þannig þau vilja bara helst hendi svo öll í RÚV og í Moggann kannski. Enda sjáu það þegar umræðar að taka RÚV af auglýsingamarkaði, þá bara föðra auglýsingastofnur upp. Í þessu samhengi langar mig að minnast á eitt. Ég er ekki alveg búin að fyrirgefa RÚV það sem gerist eftir að NFS byrjar með látum og N4 byrjar með látum. Hvað gerir RÚV þá? Þessi aðili á opinberum markaði sem núna er með 10 milljarða forgjöf umfram einkarekna miðla. Það sem RÚV gerði þarna þegar NFS og Stöð 2 síðar hleypir auknum þunga í sína fréttamennsku er að RÚV svarar. Ég var á link í beinni útsendingu oft í viku, mjög oft inn í hádegisfréttunum sem voru, muniði, á þessum tíma. Og hvað fyrir RÚV að gera fyrir norðan? Líka á link, stór fjölga sínum útsendingum. Og alltaf þegar einkaframtakið reynir að girða sig í brók og bæta þjónustuna, þá þarf RÚV alltaf að svara. Bara eins og kaupfélögin í gamla dag. Eins og KEA er náttúrulega var eins og Mara og Akureyri. RÚV er risinn með forgjöfuna sem að mínum mati á að fagna því og sjá til þess að einkaframtakið þrífi sem best frekar hann að kæfa það með því að dæla milljörðum út til þess að drepa niður samkeppnina. Það má alveg spyrja sig hvort sum skref sem Ríkisútvarpið hefur tekið til þess að mæta innlendri einkarekinni fjölmiðlun hafi ekki beinlínis leitt til þess að einkarekni fjölmiðlar hafa dáið drotti sínum og þetta náttúrulega gengur ekki og við þurfum að ræða þetta í samhengi alveg burtséð frá því hvort okkur finnst að RÚV eigi að fara auglýsingamarkaði eða ekki. En RÚV hefur alltaf svarað einhverju sko, ég meina þeir byrjaði útsettingar á 50-tugum af því einhver annar gerði það og eins og það er oft í samkeppni sko. Ég byrjaði ekki út blöð á mánudegi og þá byrjaði Mogginn að gera það, hafði aldrei gert það, komst upp með að gera það ekki og þú nefndi að KEA var náttúrulega frægt fyrir að gera þetta ef að þú opnaðir einhverja búð einhver staðar og gekk vel hjá þér þá var KEA komið með bara búð á móti þér. En finnst ykkur ekki munur á það hvort opinbert fé sem kemur frá okkur aðeins að við séum spurð sem notaði bara beint í að drepa niður samkeppni eða hvort þið kemur frá einhverjum svona samtökum eins og KEA. Mér finnst bara mjög munur á því. Já, það er í sammálaður. Laktósalaus mjólk frá Örnu, allt í hennu er MS byrjað að búa til líka. Þetta er alltaf svona. Þetta er svona stóri, hann er bara haldinn svona drottnunar áróttu. En stjórnmálamenn þor ekki að fara í slægin. Nei, þú meina RÚV með varandi RÚV. Maður sér ná bara með hann Loga Einars núna sem er nú vinur minn á norðan við erum skólabræður og remma hann veit ekkert hvað hann á að gera og niðurstaðan er svo og hann ætlar ekki að gera neitt og það er ekki til þess að hjálpa rekstri samstöðurinnar og annarra stöðva. Ég veit að ég og þú verum ekki alveg sammála áhrifin við þurfum ekki að vera sammála en það væri samt alveg frábært ef það væri kannski aðeins betur hugað að hinum einkareknu stöðum sérstaklega þegar sýna jafn mikinn metnað eins og N4 gerði á löngu árabili og eins og samstöðin er að gera þessa dagana að mínu mati. Mér finnst að það þurfa að ræða þetta allt í samhengi. Já. Herðu, fjölmiðlun í litlu samfélagi, það er eitt í þessu að þið eru að reyna að vera með sjálfstæð og óaðan fréttaflutning en það er ekki til að vinsælt. Það er ekki vinsælt almennt og það getur verið bara helvíti erfitt og leiðilegt í litlu samfélagi. Já. Og meiri sé að talandi dreifing á auglýsingafé þá getur það verið að ég er að kaupa auglýsingar hjá þér þar sem að þú varst með einhverja frétt nonna frenda minn og þá ringir hann í mig og skammar mig og það bara getur verið þannig að þetta er bara svona í jarðsprengjusvæðum að Björn Þorláksson sem hefur reynt þetta árum saman hann er margbúinn að stíga á þessar sprengjur og springa í loftum.
Þú þekkir þetta sjálfur hér á höfuðborgarsvæðinu. Hér nálægðar vandi sem stundum leiði til þess að blaðið þitt fjölmiðillinn að fjalla um einhvern sem að þér vel kunnugur, einhver vinur þinn. Það þarf samt að gera það. Það almanna hagsmunir að það gera það. Og vinur hringir í því bara daginn eftir og ert þú ekki lengur vinur minn? Af hverju var fjölmiðillinn þinn að birta þessa neikvæðu frétt mig? Honum finnst bara mjög óeðlilegt að það hafi verið birt fréttum en þegar hann held þið voru vinir. Þetta sem hefur verið kallað nálægðar vandi í einsleitum fámennu samfélögum, margfaldaði þetta með 50 og farði norður til Akureyrar. Á sama tíma getur reisinn á markaði gert hvað sem er. Já. En fréttamennskan fyrir norðan ekki tilnefningin svo að það eigi bara að segja góða fréttir? Jú, það algjörlega tilhengið og ég held að það hafi ekki kannski verið algjör tilviljun að N4 sem að byrjar svona og sjónvarp Akureyri og Aksjón og þetta eru svona fréttadrifnir miðlar. Ég held að það sé ekki tilviljun að það hörfa úr fréttunum yfir í dagskrárgerð sem verður kannski alltaf mýkri og svo endar þetta bara svo endar þetta með keyptum innslöga. Kannski áttu að heita A4. En það alveg rétt hjá þér að þetta allt önnur blaðamennska sem að þrífst hjá einhverjum héraðsmiðlum út á landi heldur en svo sem að þrífst á höfuðborgarsvæðinu þegar allt í lagi í fréttaumhverfinu hér sem það nú ekki í augnablikinu að mínu mati. Það stundum talað að hlutverk fjölmiðlanna skiptist í tvennt, varðhundshlutverkið þegar við fréttir, varðhundshlutverkið og samfélagssmiðshlutverkið, svona community building og í rauninni ef þú ætlar að vinna við fréttir út á landi þá þurfa eiginlega allar fréttir að vera community building það svona, þá ertu samfélagssmiður þú laðar fólk að einhverju, það ánægjulega forsíðu frétt. Ég hef rannsakað héraðsfréttamiðla eða skrifa neikvæð frétt í héraðsfréttamiðla á Íslandi þá kemur óvinnurinn að utan, hann utan í héraðs, hann til dæmis Reykjavík. Utabæjarmaður eins og frekt í akureyrískri blaðamennsku. Og utabæjarmaður sem kveikt í tjaldinu. Já, en ég held kannski ef við erum að velta fyrir okkur af hverju gekk ekki að vera með ágenga fjölmiðlun eins og við reyndum að vera með frétta ágenga fjölmiðlun á Akureyri, við heldum að Akureyri væri nógu stór fyrir það. Ég held að bærinn hafi ekki verið nógu stór fyrir það. Ég held að menning bæjarbúa hafi verið slík að þeir hafi bara spurt sig hvað vilt þú upp á dekk og ég held að þú þurfur bara beinlínis að vera í lögreglubúningi á Akureyri til þess að íbúarnir telja að þú hafir eitthvað umboð til að spyrja þá spurninga. Það skilur hvað ég á við. Einhver blaðamann. Þið voru að reyna eitthvað sem var eiginlega ekki hægt. Á tímabili, já. Ég held það eftir að hekja. Svo vorum við unnið efni í bland. Hálftíma þætti sem var bara, ég gerði hérna Blik og Bensku þáttaröð en það var náttúrulega ekki nóg til að halda upp einni sjónvarpsstöð pluss fréttir. Nei. Það þurfti meira til, það þarf meira til. Já. Til lengdar. Til þess að lokka auglýsendur. En mjög áhugaverð það sem þú ert að segja. Ég vissi ekki að það hefði verið þannig að eins og þú segir að Akureyrarbær, hann skiptir bara við til að byrja með að vera þannig. Já, þú veist, það náttúrulega ekki í lagi og þetta svona, maður heldur alltaf að Akureyri sé komin svona næstu því á sama stað á höfuðborgarsvæðið en það ansi langt þarna á milli held ég. Þetta ekki orðin borg. Nei, það vantar svolítið mikið á það. Ég held líka það en bara svona samtal inn í samfélagi ég meina ég talaði við Grindvíkingana þegar að vera að ganga yfir og vil ekki koma og vera bara með þátt Grindavík og var alltaf að reyna að hvetja en bara fólk var svo miklu bara vesenni í eigin lífi bara við að bjarga fjölskyldunni og koma sér fyrir og allt þannig að það nú meira en að segja það að vera með kannski vikulega þátt en ég vísaði í þætti bræðranna í Vestmannaeyjagosinu sem að fólk segir mér að hafi haft alveg gríðarlega mikil áhrif voru þá mjög skrýtnir, það var kannski ekki hægt að hafa þá ennþá munið eftir þessu þáttum þau voru að auglýsa eftir svona veggklukka týndist og eitthvað svona voru eiginlega svona eins og í dagskráni voru eiginlega svona eins og einkamála auglýsingar þetta var inn á RÚV en fólk segir mér sem hafi verið í Vestmannaeyjum þetta skiptir rosalega máli, þetta svona samfélag hjörðum tvístruð og eitthvað svona og þá getur tengst saman á því að hlusta á samfélagið okkar og mér langaði alltaf svo mikið til þess að Grindvíkingar myndu reyna eitthvað svona að þeir væru kæmi bara svipaði voru í samtalunum við okkur sem var bara
hvernig eru við, hvernig eru bara að hafa það og hvernig eru börnin þarna og hvernig eru samskiptin og saknar, þú veist, hitta fólk út á götu sem þú þekkir, sko, því að allir voru rifnir upp og sendir eitthvað leys. En þannig að þetta er svona samfélag sem að fjölmiðlar geta skaffað svolítið inn í samfélag. Þið eru að tala með svona þætti sem voru svona spjallþættir og ég var stundum að stillast til að horfa á þetta. Hefur þetta ekki svona gildi fyrir smærri samfélag því að þótt að Akureyri sé minni en höfuðborgarsvæðið, þá er þetta bær, þannig að ég geti búið á Akureyri og ég mun ekki þekkja nema kannski 5% af íbúanum þar. Það voru ekkit færri í Reykjavík sem horfðu á N4 en fólk á Akureyri. Það voru brottfluttir eða? Bara brottfluttir og aðrir og bara fólk héðar á þaðan landinu. Og við fengum stundum miklu meiri viðbrögð frá fólkinu sem var brottflutt á höfuðborgarsvæðinu heldur en í Héraði. Það verður náttúrulega frægt, sko, ef þú ferð að heiman þá verður alveg últra. Ég sagði með mömmu, sko, sem að flutti 33 ára úr Hafnarfirði, að þegar hún var orðin svona nýræð þá var hún orðin bara últra þjóðurði sinna frá Hafnarfirði. Það var bara allt betri í Hafnarfirði. Þannig að kannski tannlænirinn minn, hann var á Ísafirði, var alltaf með mynd af Ísafirði hérna með skálinn í fjallinu upp á vegg. Hafði bara eina við 20 þegar fluttið hann. Nei, maður er best. 70. En eitt atriði sem lúmst varðandi yfirburði RÚV, sem var náttúrulega bara einu sjónvarpsstöðin hér í áratugi, prófaði að gera þátt eitthvað og þið vantar myndefni kannski frá 1975 1970, 1980 þess vegna. Hvar færðu slíkt? Hjá RÚV, en borgaði 15.000 fyrir sekúnduna. Nei, ertu ekki að grínast? Það eru fleiri þúsund kalla fyrir sekúnduna. Þetta ættu þau bara að gefa þetta efni. Þetta stoppar blanka dagskrárgerða menn að rukka þetta efni. Ég vissi ekki að það væri svona. Mér finnst að þeir eru bara lána okkur efni. Ég skal ekki fullera að sé 15 fyrir allt, kannski farið afslátt, en ég heyrði þessa tölu fyrir 1-2 árum. Það eru margar leiðir fyrir Ríkisútvarpið til þess að auka sátt á milli RÚV og einkarekinna miðla. Ein væri að allt efnið væri í almannaeigu. Vita. NASA er þannig að NASA getur ekki rukkað myndir sem þau taka á sjónaukum út í heiminum. Rökin eru þegar það er búið að borga fyrir þetta. Það er borga fyrir þetta með skattfé. Þetta er RÚV að borga auðlindagjald af þessu. Ég meina það er, þú veist, það er allt efni RÚV að vera aðgengilegt. Því það er búið að borga þetta. En sko, mér tókst ekki að ná í þá sem voru að vinna eða forstöðumenn N4 þegar N4 lýkur svo sinni sögu sem er 2022 23 í janúar 23 fyrir ekki, byrjun ársins 23. En sko, það var mjög áhugavert þessi beiðni sem kom frá Maríu Björk, þá Lilja menntamálaráðherra, og hún vill bara fá 100 milljónir sem að gangi skilir til N4 hluta, annars þá bara lokjun. Og þetta er svo sem samtal sem að er allt í lagi að taka. Bara, nú er Logi með, hann er að minnka hlutdeild miðla eins og Sýnar og Moggans til þess að geta að hans aukið við héraðsmiðla út á landi. Í hans eigin kjördæmi eru þá einhverjir miðlar, kannski farin einhver atkvæði út á þetta. En sko, ég veit ekki hvort þessi leið sem hann er að fara er góð, en ég held að við getum alveg rætt það sko að við náttúrulega veitum það ég og þú, að við myndum vilja að samstöðin myndi fá auðveldara umhverfi að starfa í. En hvernig er rekstrarumhverfi í krummaskuðunum út á landi? Þar sem er sko mjög lítið auglýsingafé, en samt allir sammála að við þurfum ritstýrða fréttamennsku, blaðamennsku eða upplýsingar til mótvægis við hinu. Þurfum við ekki einhvern veginn að reyna að ná þótt leiðin sem að María Björk vildi fá frá ríkinu til þess að bjarga N4, þóttu séum kannski flest sammálum að það var ekki góð leið. Þurfi ekki, Helgi, að vera svona bara, þurfi ekki einhvern veginn að opna á það samtala að fjárveitingavaldi í Reykjavík, að sem sagt hinnir opinberu sjóðir, að þeir horfi að einhverju leyti markvist út á land til þess að menn eins og þú getur starfað við dagskrárgerð og blaðamennsku. Jú, mér finnst það alveg sjálfsagt og varandi RÚV talað BBC-leiðina. Stóra sjónvarpsstöðin í Englandi, hún er ekki auglýsingamarkað. Nei. En minni sjónvarpsstöðar eða minni fjölmiðlar, það væri nú alveg ágætt ef þeir hefðu svona einhvern bita
smá ölmus úr hítinni sko. Þið þekkið hérna rök auglýsingastofana sem nefndi þetta nú, að ef að RÚV fyrir auglýsingamarkaði þá mun auglýsingaféð ekki fara inn í litlar sjónvarpsstöðvar, heldur mun bara renna út til Facebook, Meta og Google og félaga. Já, það veit samt enginn nákvæmlega hvað myndi gerast fyrr en við breytum því og hérna því að sko ég myndi halda helmingurinn auglýsingafénu ef maður myndi fara bara 25 ára aftur í tímann að byrja að leka hérna dagskráir eða leki en þeir bara bónusblaðið og rúmfattalagsblaðið, þetta svona gamlar dagblaðauglýsingar sem renna út og við á fréttablaðinu vorum að sömuleitt að reyna að vinna inn aftur af því að sko dagblöðin eða moggin með að fara í annarkvort hús sem bara hjá hennu betumegandi var ekki boðlegur auglýsingamiðill fyrir þá sem að voru höfða til þeirra sem höfðu lítið umleikis. Nei. En síðan hefur þetta verið síðan hafa fasteignaauglýsingar og atvinnuauglýsingar runnið út á vefinn og þetta er bara runnið þannig að kannski bara helmingurinn af því auglýsingafé sem að var áður inn í auglýsingabransunum undir fjölmiðlunum og þess vegna erum við að fá minni fjölmiðlun heldur við fengum áður. Þá gæti Íslenska ríkið farið ástralsku leiðina og hún er svo að skattleggja til dæmis Facebook í Ástralíu. Það eru nokkuð lönd byrjað á þessu og þá kemur peningur tilbaka. Ef við viljum fjölmiðla, þá ætti þeir peningur ætti að fara síðan bara við getum drift þessu bara þannig að fólk geti bara greitt atkvæði eins og með sóknargjöldin. Ef ég gengi í Karlsruhe-kirkjuna þá dettur 14 skall yfir. Ef ég fer úr þjóðkirkjunni, ef ég gerir það ekki þá fer það bara í ríkissjóð. Það getur verið eitthvað þannig að við fengjum bara 20 krónur ári sem við getum ráðstafað í fjölmiðla. En allavega við þurfum sem þjóð að spyrja okkur, viljum við hafa fjölbreytni í fjölmiðla heiminum, viljum við það ekki? Það er líka hættulegt að hafa mikla áherslu á auglýsendur. Við getum séð eins og fyrirbréf eins og Viðskiptablaðið sem haldið úti sem ég held að þeir sem eru auglýsaðar líta á þessu bara skattfé til þess að borga inn í málgagn svona sem eitthvað starf á viðskiptaráðslínunni og þannig að það auglýsingaféð ekki sko ég heyrði Óla Björn sem talaði það væri svo mikilvægt að auglýsendur getur haft áhrif á uppbyggingu fjölmiðla með því hvernig þeir ráðstafa auglýsingum sínum sem ég held að sé ekki hollt. Nei, svo annar snúningur á þessar fjárveitingar sem að Óðinn Jónsson sem að satt í mínum stól hér í fyrradag þá stóð ég fyrir umræðu það hvert við værum að stefna, hvort þetta væri alltaf hverfa, bara allir fjölmiðlar landsins og þá bendir hann á og honum finnist heldur ekkert eðlilegt segir þessi fyrirverandi fréttastjóri ríkisútvarpsins að opinberu fé sé veitt til og hann nafngreindi fjölmiðlana hann nafngreindi 2 fjölmiðla af hverju segir hann er ríkið að veita opinberu fé til miðla eins og DVF og mannlífs sem eru rauninni ekki að búa til neitt þeir eru bara að taka eitthvað upp úr öðrum miðlum endalausri endurvinnslu þeir hafa ekkert erindi þessi fjölmiðlar, segir hann og sko þetta er umhugsunarefni líka. Ég hef verið til í að sem ég var að segja á það með auglýsendur af því að það vegna þess að ríkið er að deila út peningum til einkarekinna fjölmiðla og þau get ekki tekið ákvörðunum að við ætlum að styrkja betri, það má ekki segja það lengur. Þannig við ætlum bara að endurvarpa það hvernig markaðurinn gerir það og það eru áskrifundur. En það eru líka auglýsendur. Eins og til þessi Viðskiptablaðið fær held ég bara 70 milljónir ári sem er þá bara styrkur sem að stóru fyrirtæki fá fyrir auglýsaðana. Til að halda út þessum 7 nafnlausu dálkum í hverju blaði. Það er erfitt að skilja okkur það er. Það er mjög erfitt að skilja okkur það er. Það mætti endurskoða þetta og það líka mannandi stuðning við héraðsfréttamiðla þá ætti náttúrulega kannski verið að vinna að því að það yrðu svolítið öflugri miðlar oft er þetta bara eitt kall. Hér áður fyrir voru þeir öflugir á sinn mælikvarða heima. En þá voru áskriftar tekjur. Dagur var náttúrulega stórveldi. Nú bara vill fólk fá allt ókeypis. Tryggjum sjálfstæði. Og hverju með það að kenna, það er MBL og Vísir. Og mér sem er áránlegt að þessi fyrirtæki þessi miðlar sem opnir miðlar er að stórskemma fyrir henni. Þeir eru að eyðileggja fjölmiðlana alveg svipa á dagskrá að gera sín tíma. Og þessi miðlar fara og taka svikur á 125 milljónirnar í ríkistyrki til
fjölmiðla. Ef ég væri Logi myndi ég segja, þið með alveg fá styrk svona, þið verið að loka MBL og Vísi fyrir áskrifun nema fyrir áskrifun. Þannig business model á Norðurlöndunum. Allir 100? Ha? Hvað sér þau? Akkur fá bara ekki allir 100? Já, það. Ég að segja að því að stóru miðlarnir, stóru netmiðlar, stóru fjölmiðlana í öllum okkar heimsluta, það áskrift. Það bara Guardian sem ókeypis. Já. Sko, ég vil líka nefna eitt kannski í lokin. Engin umræðum að endurvekja Norrlands sjónvarp? Ekkert svoleiðis ég heyraði núna. Nei. Ég náttúrulega fluttur hingað til höfuðborgarsvæðisins fyrir 4-5 árum eða eitthvað svoleiðis og þekki ekki alveg púlsinandi fyrir norðan. En ég vil samt að hrósa einum blaðamanni sem einu sinni var fréttastjóri á Morgunblaðinu og hann fluttur aftur norðan. Hann heitir Skafti Hallgrímsson. Hann með akureyri.net vefmiðil sem fær alveg gríðarlega sókn. Og hann að ráða nýtt fólk í vinnu. Hann með ritstjórn. Ég held að 3 eða 4 blaðamenn. Og gæti það ekki nema út af styrknum? Gæti það ekki nákvæmlega nema út af styrknum. Þannig að það alveg... Ég held að ég við útgáfuna í Eyjum til dæmis, út á Reykjanesi og þetta skiptir gríðarlegu máli, sko, út á Suðurnesjum. Þetta mikið atriði. Það eitthvað til, ekki eitthvað til á Húsavík, 641. Held ég. Ásbrend keypti blaðið þannig sem hann Jói var með. Herðu, ég ætla að gera smá hlé. Ég þakka þér Helgi, en ég ætla að byrja þig að sitta aftur því að það er komin að nýjum kafla í sjónvarpssögu Íslands sem Hringbraut. Við ætlum að ræða það rétt á eftir, en kannski förum við bara út í bæ og heyrum aðeins svona raddir almennings. Bogi upphaflegi tæknimaður samstöðurinn, hann mættur á takkana, hann vildi koma hinga og fá að taka aðeins í nýju greinar. Heldur þú geti fundið svona spjall út í bæ? Já, það verður sem sagt, við ætlum að renna okkur aðeins út í bæ og ég ætla að ná aðtökvæmt að segja okkur starfsmenn Hringbrautar fram í. Tryggjum sjálfstæði samstöðvarinnar, maraþón málþóf núna helgina frá laugardagsmorgni til sunnudagskvölds 28. og 29. júní í lengsta þjóðmálaþætti Íslands í beinni útsendingu. Verið með okkur helgina til að tryggja sjálfstæði samstöðvarinnar. Vilt þú koma í viðtal í beinni útsendingu á samstöðinni? Allir velkomnir á milli klukkan 12 og 13 á laugardaginn, samstöðin. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Bókvistun býður upp á alhliða bókhaldsþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Við byggjum á reynslu, faglegum og traustum vinnubrögðum. Bókvistun, alhliða bókhaldsþjónusta, Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, handverk síðan 1834. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Fortíðin var aldrei, hún aðeins er. Einkasýning Larissu Sansúr hjá Listasafni Reykjanesbæjar, opið alla daga nema mánudaga til og með 17. ágúst, Listasafn Reykjanesbæjar. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Húnavellir, fullkominn staður fyrir fjölskylduna. Ertu á leið norður? Húnavellir er fullkominn staður fyrir fjölskylduna. Tjaldsvæði með rafmagni, gistiheimili, sundlaug og heitur pottur, líkamsrækt, leiksvæði fyrir börn, sparkvöllur, veiði í Svínavatni, rafmagn sjólalega, morgunverðarhlaðborð, kvöldverðarhlaðborð fyrir hóp og húsbílar eru velkomnir. Hópatilboð í boði fyrir ættarmót, stóramæli, fjölskyldu og vinafögnuði. Allar upplýsingar á hunavellir.is og í síma 861 23 19. hunavellir.is. Tryggjum sjálfstæði samstöðvarinnar, maraþón málþóf núna helgina frá laugardagsmorgni til sunnudagskvölds 28. og 29. júní í lengsta þjóðmálaþætti Íslands í beinni útsendingu. Verið með okkur helgina til að tryggja sjálfstæði samstöðvarinnar. Gerist áskrifendur á samstöðinni
og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.